en síður hluti af þessum hóp. Og aðeins að fara inn á það hvað ársreikningaskrá er og hvað ársreikningaskrá gerir, en við erum miðlæg landskrá sem hefur þetta hlutverk að þessi 2 meginhlutverk, það er að taka á móti, varðveita og veita aðgang að skilaskyldum gögnum. Og svo það sem kannski aðalvinnan okkar það er að fylgjast með og mónitera að þessi gögn sem henni að skila til opinberrar birtingar, að þau séu gerð í samræmi við viðeigandi regluverk og þau séu eins og þau eiga að vera. Og eftirliti með yfirferðisreikningsskilum og sjálfbærnireikningsskilum, það hefur farið þar eftir 94. grein laga, 94. grein A og 94. grein B. En það tekur þessi ákvæður byggð á sem sagt gegnsæistilskipun Evrópusambandsins og snúa þessu eftirliti. Við eftirliti þá höfum við farið eftir sem sagt leiðbeinandi reglum frá verðbréfaeftirliti Evrópu, þar sem heita GLEFI, það Guidelines on Enforcement of Financial Information, og svo nýju regluna sem að detta inn sem heita GLESI. Og þær GLESI-reglunar eru byggðar á sem sagt GLEFI-reglunum, eru settar alveg eins upp og það aðeins svona smá áherslumunur því að þetta náttúrulega snýr eftirliti með þessum nýju ESRS-stöðlum og sjálfbærniskýrslunum sem þær eru. Eins og ég sagði áðan, við förum með þetta yfirferðiseftirlit, það undir 94. grein, almenna eftirliti með reikningsskilum undir 117. grein. Það eru aðeins meira dítilera samkvæmt kröfum úr gegnsæistilskipuninni hvað við eigum að gera og hvernig og hvaða valdheimildir við þurfum að hafa. En í þessu eftirliti þá það sem sagt bæði fjárhagsleg reikningsskil og það sem við höfum kallað hingað til ófjárhagsleg, en verður kallað hér eftir sjálfbærni reikningsskil. Þetta NFI stendur fyrir Non-Financial Information eða ófjárhagsleg upplýsingagjöf. Við erum hluti af þessu evrópska verðbréfaeftirliti, það er að segja að við tökum fullan þátt í þeirri starfsemi sem þar og þeim vinnuhópum sem þar eru. Og tilgangurinn sá að samræma eftirliti þannig að það sé eins á Íslandi eins og það í Danmörku og eins og það í Þýskalandi, Ítalíu eða Grikklandi. Ég var búinn að fara inn á reglunar og það sem við gerum og munur kannski á okkur og fjármálaeftirlitinu, við megum aðeins horfa á reikningsskil. Það er að segja ársreikningurinn eða annual report eins og þeir kalla þetta í tilskipununum, sem sem sagt fjárhagslegu reikningsskilin, management report sem við höfum kallað skýrslu stjórnar hér á landi og hérna þessar viðbótar upplýsingar og náttúrulega áritun endurskoðenda. Það myndar þetta, það sem kallað svona annual report á ensku. Við förum með eftirlit með því. Við förum ekki með eftirlit með neinum öðrum fjárhagsupplýsingum. Þannig að allar yfirlýsingar í blöðum, tilkynningar í kauphöllum annað, það liggur allt hjá fjármálaeftirlitinu upp í Seðlabanka. Og þannig skiptingin hjá okkur. Og þessi mynd ágætt, hún sýnir svona uppbygginguna á fjármálaeftirlitinu á Evrópska efnahagssvæðinu. Þið sjáum að efst þessi hérna áhættunefnd, hérna, sem eiginlega yfir og stýrir öllu verðbréfaeftirliti, bankaeftirliti og átrygginga- og lífeyrissjóðaeftirliti, eða þessi 3 ESA sem við köllum. Fjármálaeftirlitið, eins og við segjum, fer með allt annað eftirlit, svo sem markaðsmisnotkun, próspektus eða útgefendum og svo koll á kolli. Við, eins og ég ætla að ítreka þetta aftur, við förum aðeins með þetta sem við köllum ársreikningur, það fjárhagsleg reikningsskil, skýrsla stjórnar og fylgiskjali með skýrslu stjórnar sem heitir hérna ófjárhagslegar upplýsingar. Hvort sem það birt í ársreikningi eða annars staðar. Fellur þá undir það gildissvið. Síðan sjáum við hérna til hliðar, þá þetta eftirliti með endurskoðendum. Það sem sagt hjá endurskoðunarráði og við vinnum alltaf náið með þeim, þannig að eitthvað kemur upp sérstakt í eftirliti. Til dæmis varðandi að það reikningur gefur ekki gluggamynd eða alvarlega vankanta, þá þetta eitthvað sem við ræðum við endurskoðunarráðum og þeir grípa síðan til sinna aðgerða. Hvað felst í þessu eftirliti? Þetta svona í stuttu máli. Við erum að reyna að stuðla að því að allir starfsmennir á Evrópska efnahagssvæðinu séu að beita regluverkinu eins
þar að segja þú ert að semja eins skýrslur og setja þær eins fram fyrir notendur. Þannig erum við að leggja okkar að mörkum til þess að tryggja gegnsæi sé til staðar og gegnsæi skiptir gríðarlega miklu máli upp á útdeilingu fjármagns. Þar að segja þegar fjárfestar eru að stýra hvert fjármagn á að fara, skilvirknin í því og samkeppnishæfi þjóðanna byggir á því að það sé skilvirk útdeiling á fjármunum og þannig verndum við bæði fjárfesta og aðra notendur og eflum traust á fjármálamörkuðum. Eftirlitið sjálft, það er raun og veru compliance eftirlit, þar að segja við förum yfir, er þetta eins og þetta á að vera, eru þær upplýsingar sem eiga að vera þarna til staðar og svo grípum við til viðeigandi ráðstafana ef ljós koma frávik frá regluverkinu sem viðeigandi reikningsskil gilda. Hvort sem það verður ESRS eða fjárhagsleg reikning, þar að segja IFRS. Kannski að byrja á þessari glæru áður en fyrir hina glæruna. Þetta er svona ferlið okkar. Við erum fyrst með svona val á félögum, þar að segja við horfum á risk, random og rotation, þar að segja við erum að horfa á alla þessa hluti. Við reynum alltaf að taka til dæmis einn banka í skoðun hjá okkur á hverju ári og eitt vátryggingafélag. Það er bara út af því að þau vega mjög þungt hjá okkur. Við erum voðalega glöð með það að lífeyrissjóðir eru ekki hjá okkur, falla ekki undir ársreikningalög og þar lenda ekki undir okkar eftirlit. En svo erum við með random, þar sem við tökum svona einhver félög algjörlega bara random, svona bara eins og það er. Eftirlitið okkar í yfirskattsreikningsskilunum er meira og minna random og svo erum við það sem við köllum rotation, þar að segja við erum að reyna að tryggja það að öll reikningsskil sem eru útgefanda fari í gegnum eftirlit á einhverju ákveðnu árabili. Og þetta unlimited og focused, þetta snýr að því hvað við erum að skoða, erum við að lesa reikningsskilin bara öll í heild eða erum við að einbeita okkur einhverjum ákveðnum þætti. Dæmis það væri að við værum til dæmis að skoða bara virðisrýrnun eða mat og upplýsingar varðandi fjárfestingafasteignir eða eitthvað slíkt. Desktop examination sem við köllum og versus interactive. Þetta er raun og veru, við byrjum yfirleitt alltaf á desktop, hún getur stundum kallað á síðan interactive, þar að segja á eigum við samskiptum við viðeigandi aðila. Þá köllum við eftir, þá leggjum við fram spurningar, köllum eftir svörum. Við höfum haft það sem dálítið vinnureglu að kalla eftir endurskoðunarskýrslum, því að þær eru dálítið lykilatriði í að og svona, við höfum ekki beint kallað það sem interactive, þó við höfum gert það. En ef það komu spurningar þá verður þetta klárlega interaktiv, þar að segja gangvert eftirlit. Við förum stundum beint í það, þar að segja ef við metum að áhættan sé mikil og þá höfum við verið með þennan physical meeting, þar að segja að nú yfirleitt á Teams, það er ekki meira áþræðilegur en það, en þá höfum við verið með okkar spurningar og rætt við það. Svo fáum við svör og eftir atvikum frá útgefendum og bregðumst við þeim. Svo er alltaf eitt sem gerist, ef þetta eru einhver vafatilvik, þar að segja þetta liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað á að gera eða hvernig, þá er reglan svo við leggjum málið fyrir viðeigandi vinnuhóp hjá Verðbréfaeftirliti Evrópu. Þessi tveir hópar sem við erum í, svona fyrir utan Issue Standing Committee, það er sem sagt Financial Reporting Working Group sem sér IFRS og Sustainability Reporting Working Group sem sér sjálfbærniskýrsluna. Þar fara dæmi fyrir, myndum þá leggja fyrir hermidæmi, það fara fram umræður það, segja sitt álit, stundum erum að reikna tilbaka, stundum ekki, stundum staðfestar er þetta, stundum fara málin síðan, sérstaklega varðandi IFRS-i, síðan í túlkunarnefndina hjá alþjóðlega reikningsskilaráðinu því að við fundum með henni tvisvar á ári og á endanum þá kemur einhver niðurstaða. Þannig að segja við skráum hjá okkur, við ætlum að gera þetta eða hitt. En þetta eru 3 ákvarðanir sem við tökum í eftirlitinu. Og fyrsta aðgerðin er svo harðasta, hún er bara svo gjöru svolítið útbúa nýja reikningsskil. Við byrjum bara frá grunni, búið til nýjan ásetning og sem náttúrulega gerður á hinnum grunnunum. Það þarf nýja skýrslu stjórnar með nýrri áritun og dagsetningu og nýja áritun endurskoðun. Slíkt myndi alltaf kalla á að við myndum upplýsa endurskoðunarráð
viðeigandi tilvik, rétt eins og endurskoðendaráð upplýsir okkur ef þeir telja að eitthvað sé varhugavert eða eitthvað hafi komið óeðlilegt í ljós í þeirra eftirlit. Síðan sem sagt næsta steg þar við, það eru birting viðbótarupplýsinga. Það þegar við gerum kröfur að menn birti töflur eða skýringar eða aðrar upplýsingar til viðbótar svona yfirleitt á heimasíðu hjá sér og hjá okkur. Og það sem betur fyrir algengast, svona í minni dæmum, þá segjum við, heyrðu, þú lagar þetta á næsta ári, við fylgjumst með því og við ætlum ekki að amast við því að öðru leyti, þar að segja við metum að þetta sé ekki það alvarlegt frávik. Taka það fram, þetta alltaf materiál frávik, þar að segja allir þeir liðir sem við höfum verið hérna í 1, 2 og 3, þetta alltaf materiál brot á sem sagt reglunum, þar að segja þetta eru liðir sem falla undir mikilvægi hugtæki eins og við þekkjum það bæði í endurskoðun og í reikningshaldi. Öllum tilfellum þá þurfum við að kíkja á reikninginn á næsta ári og byggja það að menn séu að gera þetta rétt á. Það að segja, það alltaf svona eftirlit sem kallar á. Við vorum bara að fara í gegnum þetta. Hérna svona aðeins verið að útskýra fyrir ykkur hérna hvernig þessi samskipti fara fram. Það að segja hvernig umfangið. Þegar við erum með hérna fúlskópeftirlit, þá erum við að skoða öll reikningsskilin í heild. Það að segja, við erum að skoða allan yfirferðisreikningi eða allar ófjárhagslegu upplýsingar. Tiltekin og fyrirframgreidd eru hins vegar þegar við erum að skoða, eins og ég sagði áðan, vissa þætti. Þetta munun á backstop og hérna. Þetta munun á hérna hvernig við skoðum þetta. Við höfum ekki verið í þessu neðsta sem svona thematic review sem menn hafa kallað, en þá hafa menn farið yfir og skoða í raun og veru hvernig menn að gera vissa hluti, gefið út góða skýrslur þar sem það eftirliti. Við erum bara of lítið eftirliti sem geta í raun og veru staðið undir því. Það mikil vinna og annað og áherslan hjá okkur bara á þetta eftirlit okkar. Hérna, eins og ég segi, þetta bara það sem ég var að tala verið að meta, formreglum fylgt, við erum að leggja matið á áhættu og við erum að meta sambandið á milli ófjárhagslegra upplýsinga og fjárhagslegra upplýsinga því að hún tengist. Það eru þegar farin að koma upp mál þar sem eftirlitsaðilar í Evrópu hafa tekið á til dæmis hvort það sé NFI eða þegar menn eru byrjar að beita í SRS-stöðlunum. Þegar það ekki samræmi á milli skýrslana tveggja, þar að segja menn tala að loftslagsbreytingarnar vegi kannski mjög þungt í hérna sjálfbærniskýrslunni, en svo fjallar ekkert þetta í reikningsskilunum sjálfum fjárhagslegum. Og þar hafa komið upp dæmi þar sem það hefur verið tekið á því. Og hitt náttúrulega lítur þessu interaktiv, þarna erum við farin að kalla eftir upplýsingum og meta svörum við þeim. Þetta bara svona stöð samantekt. Þessi skýrsla mjög myndræn og setur vel upp upplýsingar það sem að gerast og hvernig. En já, ég vil þess átt. Ef við skoðum það sem gerðist hérna í IFRS, eftirlitun okkar, þá það ánægjulega að útgefendur í Kauphöllum þau fara yfir áherslaatriði sem eru gefin út sem sagt haustið á hverju ári og við höfum verið með kynningar á. Þeir horfa á þau og þau eru greinilega að taka mark og eru að aðlaga sig að þeim því að við sjáum það þannig að þetta sem sagt þetta eru þau atriði sem voru skoðuð í hérna 2023, þar að segja var tilkynnt að yrði farið yfir á 2023 reikningsskilin. Það var sem sagt endurfjármögnun og önnur fjárhagsleg áhætta og það yfirleitt alltaf eins, það alltaf hægt að gera betur eða töluvert rými til úrbóta, en almennt var þetta nokkuð gott að koma því. Sama með gangbyrðismælingar og upplýsingar tengdu þeim, þær voru almennt sem sagt höfðu greinilega skoðað þetta, farið yfir þetta og endurskoðendur vita þetta skoðað sérstaklega. Þannig að þetta var almennt í lagi og með climate related matters almennt í lagi og það voru einhver tilvik eins og ég sagði sem kom upp sérstaklega þegar maður munur á upplýsingagjöf og milli þessara tveggja skýrsla, þar að segja ófjárhagslegu upplýsingarna annars vegar og fjárhagslegu upplýsingarna. Það dálítið sérstakt ef þú ert með
ef þú segir eitthvað vegi mjög þungt í fjárhagslegum upplýsingum, en svo fjallar ekkert það í fjárhagslegum upplýsingum. Þetta hefur klárlega áhrif á þau og þarna hafa komið upp dæmi þar sem menn hafa talað að þú þarft að gefa sem við kallar svona negative statement. Þú þarft að útskýra af hverju þetta ekki materiál. Þessi glæra, þú kalla hann í fyrra kalla hérna held ég ljótu glæruna því að hún ekki eins falleg og myndræn eins og framsetningin hjá Verðbréfaeftirlitinu, enda unnið af mér. En þetta raun og veru samantekt seinustu 5 ára og hún segir ansi mikið. Þið sjáið að fjöldi skoðana svona nokkuð veginn, hann svona kannski aðeins dregið saman en ekki þó það mikið. Og þið sjáið líka að hlutfall þeirra félaga í kauphöllunum tekið til skoðunar hefur aðeins aukist. Þetta samt á við IFRS-ið. Hlutfallið hjá okkur það komið upp í sirka 18% félaga í kauphöllunum. Og það sem dálítið skelfilegt en hefur samt verið dálítið konstant að við erum að gera material athugasemd við reikningsskil 2 af hverjum 5 félögum í kauphöllunum. Það eru 37% hjá okkur og það eru það bil eða rétt tæp 2 af hverjum 5 reikningsskiljum í kauphöllum þar sem verið gerð alvarleg athugasemd við reikningsskil. Það dálítið hátt hlutfall og það hefur haldist. Það þið sjáðu árin 2023 og 2022 þá allt í einu hoppar, það dálítið mikið stökk í því hversu mörg félög eru beðin að gefa út nýja reikning frá grunni og það stafar að því að þó nokkuð af stóru eftirlitunum í Evrópu fóru mjög grundigt í árs, þar að segja Q1, Q2 og Q3 skýrslunar, ekki bara ársreikningin sjálfan. Og þessi ársluta reikningsskil komu mjög illa út. Það bil helmingurinn sem var hafnað á árinu 22-23 voru þannig reikningsskil. Þess vegna þetta dálítið stökk. Við vorum komin á 2018-19 undir 1%, fórum síðan aðeins 20 og 21 aftur upp, sem kannski eðlilegt bæði með hliðsjón af COVID og síðan innrás Rússa í Úkraínu og þeirri óvissu sem þar ríkti. Og svo erum við aftur að komast á svona kannski aðeins betra ról. Það að segja að það bil 0,7% félaga í kauphöllum, þar að segja. Ef það eru 200, segjum að ef það eru 500 félög í kauphöll, skoðum við þetta mörg og við erum að hafna og biðja nýjan ársreikning í það bil einu tilviki af hverjum 100 reikningum sem eru tekið til skoðun. Ég finnst það dálítið svona sjokkeraandi tölur. Sem betur fer höfum við ekki farið þangað. Svo sjáum við að þar fyrir neðan krafan viðbótarupplýsingarnar. Það svona óskum séðað og hefur verið hérna. Það voru 30 tilvik. Við höfum einu sinni gert slíka kröfu hér á Íslandi. En almennt þetta og í flestum tilfellum við segjum við fólk það materiál villa í reikningnum, þar að segja að geta verið skýringar eða eitthvað annað, en lægi þetta á næsta ári og við látum þar við sitja. Og þess vegna þessi tala 2 af hverjum 5 félög sem fá alvarlega athugasemd, en það bara 1 af 1% félag sem tekið til skoðunar tæpt sem fá höfn. Þannig að hún kannski ekki alveg skelfileg hvað það varðar. En þetta svona bara aðeins yfirlit yfir hvað við tókum og við vorum aðeins búin að sjá þessa tölur hérna framan. Og þetta raun og veru það sem var verið að skoða og hvernig. Þið sjáuð að við erum með örlamyndaskóp og síðan fókust og í heild þá aðalega verið að skoða reikningsskil. Aðalega, í heild, en það eins og ég segi það líka verið að taka fyrir sérstaklega hjá svona stærri eftirlitum. Einstaka þætti fyrir, eins og ég sagði hvort það getur verið varðandi gangvirði, varðandi þetta eða varðandi hitt. Munurinn á 685 og þessum 660 sem við tölum með ex post, það sá að 3 reikningsskil voru
og í raun og veru reikningsskil félaga sem eru utan Evrópska efnahagssvæðisins, það segja getur verið EU-skatt eða eitthvað annað slíkt, og fyrir þá sem eru að skrá sig í Kauphöllu, við höfum núna séð nokkuð félög sem sé kanadískt, fyrir breskt félag, breskt kanadískt félag, við höfum séð sveinsnesk félög og svo framvegis. Þessi félög hérna eru svona hliðstæð reikningsskil sem við köllum. Síðan 22 reikningsskil, það það sem við köllum prospektus, og prospektus eru nú verið útboð, oftast nær frumútboð, sem getur líka verið endurútgefa, gáfa, og þá fylgja reikningsskili með. Slíkt eftirlit myndi vera hjá fjármálaeftirlitinu okkar tilfelli, við skoðum náttúrulega grípum bara reikninga og alla reikninga, líka hjá þeim, og það segist okkur áhættuþáttur, þegar sem sagt fólk fer í fyrsta skipti inn á verðbréfamarkað. En við skoðum það bara þegar þeir birta reikningsskilin í Kauphöll, ekki við sem sagt útgáfuna sjálf. Það myndi tilheyra fjármálaeftirlitinu. Það svona kannski útskýrir muninn á þessum tölum, og þið sjáið hérna síðan hvað var desktop og hvað var sem sagt interaktiv fyrir hvern hóp fyrir sig. En eins og ég segi, skýrslan með mjög góða myndræna framsetningu og útskýrir þessu hluti vel. Og hérna sjáum við hins vegar sem sagt hérna niðurstöðunar úr eftirlitinu. Og þá sjáum við að það var hérna, þegar kemur yfir frest, þá voru 5 útgefendur í Kauphöll sem þurftu að gera reikningsskilin frá grunni, 30 sem þurftu að birta viðbótarupplýsingar og 218 til viðbótar sem þurftu að laga hlutina í næstu reikningsskil. Þannig sem ég segi, þetta svona algengast að við höfum verið þar. Þetta getur verið eðlilegt að þetta eru stórir og flóknir reikningar, það getur dottið niður skýringa eða hlutúrskýringu. Það getur alltaf gerst og hefur gerst. Og þá svona erum við ekki að fara að hafna reikningi út af því. Við höfum þá sagt, nei, ef þetta mjög materiál, þá þarf að birta upplýsingar, eða þú lagar þetta næst að þú passar þetta gerist ekki eftir. Svo tekum við á því. En þetta segir líka annað, að þið sjáið að 87 reikningsskil eða athugasemdunum lutu að sem sagt færslu mati og framsetningu reikningsskila, og 166 að disclosure, og taka kannski fram að disclosure eru, þar að segja, skýringar með ásetningi. Þetta eingöngu þegar athugasemdir líta eingöngu að skýringum. Ef þetta til dæmis spurningum færslu og mat og skýringar, þá flokkast það með hérna efri hópnum. Það fylgir ofta. Þú ert ekki að gera hlutina rétt, þú ert ekki að segja rétt frá hlutunum. Sem sagt, disclosure eingöngu þegar skýringar ekki fullnægjandi en annað í lagi. Og hérna eru niðurstöðunar og framsetningin, þetta svona, við förum betur í þessar athugasemdir, þetta kannski það sem skiptir mestu máli, en við erum alltaf í þessu sama vandamáli, að skýringar með fjármálagerningum eru yfirleitt, og framsetningi þeirra, þar eru svona aðal vandamálun að koma. Síðan næst, það sem sagt virðisrýrnunin, það að segja impairment, og við eigum náttúrulega þessar hérna akademísku rannsóknir þar sem menn hafa farið yfir og sagt miðað við hvernig efnahagslífið og hvernig tölunar eru, á ætti virðisrýrnunin til dæmis niðurfærsla viðskiptavildar að vera miklu víðtækari heldur en hún er. Það er erfitt að ofta grípa og segja því að annars var að skoða. Við ætlum að meta hvaða bankar væri í fallhættu. Þú ert með einhverja tölur úr kerfinu í heild, en er þessi banki með góð lón eða er það hinn banki sem er bara með vond lón? Það getur við dálítið flókið. Síðan eru hérna aðeins cashflow og óvinnslueigninnar, og hérna virðis, það að segja það sem við köllum sem sagt hérna, við erum að meta hluti á gangvirði, fair value. Þannig að ég ætla nú ekki að fara mikið þetta eru góðar útskýringar og við förum aðeins niður í þessar tölur hérna á eftir. En framsetningar reikningsskilanna, það dálítið óviðeigandi samanburð eða niðurbrot einstakra liða, og sé ekki í lagi, eða þá að niðurbrot einstakra liða vantar í skýringar. Það er dálítið svona tilhengi yfirleitt reikningsskilum að vera með hlutinu dálítið samandreiknir ekstra öfnvægi. Það kallar á rétt niðurbrot og rétta skýringar í skýringum. Og eitt af því sem pirrar mann alltaf, það tekjuhlutinn. Það einn stærsti liðurinn í rekstrarreikningnum.
hvað menn eru lítið að segja okkur það annað en bara að þylja upp í raun og veru lágmarkskröfurnar, það að segja svona metjum við tekjur eða svona færum við tekjur. Svo hitt, það mikilvæga forsendur, þar að segja á hverju mat stjórnenda byggir. Það skortir dálítið á að menn segi frá því hvaða óvissa stendur fyrirtæki fyrir framan og hver eru áhrifin á. Það kemur oft bara stöðluskýring að við gerð reikningsskilana þá þurfa stjórnendur að gefa sér forsendur og leggja mat á hluti, en menn þurfa ofta að fara miklu dýpra en það og segja okkur hvaða forsendur eru þetta, hvernig notið þær og hvernig komist það eitthvað niðurstöðu. Fjárreikningur og fjárskuldir, viðskiptakröfur vantar dálítið mikið að niðurstaðan og við sjáum það hjá okkur. Sérstaklega í skattreikningsskjölunum, því að þetta eru basically sömu kröfur sem eru gerðar þar hjá svona meðalstórum og stórum félögum. Það vantar til dæmis að menn eru með almennilegar upplýsingar aldursgreiningu og niðurfærslu viðskiptakrafna og á hverju stjórnendur byggja þegar þeir taka slíkar ákvarðanir. Svo náttúrulega hitt sem fer alltaf mikið í taugunar okkur þegar við sjáum ársreikning þar sem verðbréfið af fjármálagerningar vega þungt. Það koma sára litlar upplýsingar þennan lið sem vegur þó þetta þungt í reikningsskilunum. En nógu upplýsingum mannað. Síðan hafsátt þar með talið vegna tengdra aðila og það kannski sérstaklega ástæða fyrir að þeir taka það fram. Evrópusambandi með mjög skýrar kröfur til dæmis í ársreikningatilskipuninni sem gildir líka fyrir öll félög sundurliðun á milli tengdra aðila og ótengdra og upplýsingagjöf hvað því varðar. Virðisaugnaprófið, það vantar aðeins upp á framsetningu aðra upplýsingagjöf varðandi lykilforsendur sem eru notaðar. Það sem sagt sem það var ófundandi og viðmunabilið range sem við notum í næmni greiningu. Og það sem voru að horfa dálítið á það að þetta hefur verið dálítið óstöðuleiki á mörkuðum, bæði út á vöxtum, út á öðru og ég held að sé ekki að batna miðað við sumar ákvarðanir sem hafa verið tekið vestan haf. Þannig að það þarf að vera skýrt þegar þú ert að gefa okkur upp eða segja frá. Síðan skortar upplýsingum gangvirði að frádrættum sölukostnaði, það yfirleitt ágætlega farið í gegnum value in use. En hvaða margfaldar og hvaða skilgreiningar eru notaðar og hvernig þú tekur næmnigreininguna. Og það sem við vitum, þetta stundum gert bara af gömlum vana, þannig að það vantar stundum að menn fari vel yfir hvaða vísbendingar eru í atvinnulífinu og setji þær í samhengi við sín reikningsskil. Síðan eru starfsþættirnir. Það sem sagt vantar oft. Við erum náttúrulega með þetta skemmtilega hugtak chief decision maker sem ekki endilega einn aðili, getur verið hópur eða þessi stjórnendur. Það vantar dálítið að þeir væri almennt greindir í samræmi við kröfunni í IFRS 8, bæði varðandi landfræðileg svæði og tekjur frá ytri viðskiptavinum og fasta fjármagnsnotur einstaka og þessi 10% þröskuldur. Það vantar dálítið að upp á að menn séu sem sagt að setja þetta fram þannig að þetta sé í lagi. APM eftirlit, þetta eitthvað sem við erum ekki að leggja miklu áherslu á Íslandi en ekki mikil hefð fyrir þessu. Þetta var hins vegar til dæmis gríðarlega algengt og sterkt í Bretlandi að nota slíka mælikvarða. Við erum oft inn í skýrslustjórnar og þá erum menn að segja þá verður skýrslustjórnar dálítið eins og auglýsingabæklingur. Hvað menn eru frábærir og hvað niðurstaðan kannski miklu betri heldur en hún lítur út. Og það kallar á upplýsingagjöf bæði hvernig þú leiðir út þessa mælikvarða og á hverju þau byggðir. Ég vona að Harpa fari ekki að skamma mig því að nú að koma nýjum staðallegi fyrir 18. Mér skilst að það sé við að vinna núna meðan bæði hjá EFRAG og hjá ARC sem accounting reglur eru komið til svo pólitíski hlutin af því að meta hvort að reikningsskilaregla eiga að fara inn í samningin hjá okkur. Það mun síðan fara inn í samningin og gert ráð fyrir að hann taki gildi miðað við 1. janúar 2027. Þá verður þetta eiginlega farið út því að þá eru komnar nýjar reglur
sem segja frá öllu slíku mælingum stjórnenda. Og þið sjáðu í eftirlitinu, það var engum hafnað, en það voru 4 aðilar sem þurftu að birta viðbótarupplýsingar og það bil 60 aðilar sem voru beðnir að gera betur á næsta ári. Þá það kannski það sem erfiðast hjá okkur og það þessi ófjárhagslega upplýsingagjöf. Við erum aftur með það að útgefendur að horfa til áhersluatriðanna og fara eftir þeim. Þannig að ég ætla ekki að fara mikið í það. Það var greinilegt að það var fylgni milli þeirra áhersluatriða sem voru birt og síðan niðurstöður í eftirliti. Það alltaf greint sérstaklega. En hérna sjáum þið fjölda skýrslna sem voru greindar og hvernig var unnið með þær. Og hérna sjáum þið dálítið niðurstöðurnar. Það var engri skýrslu hafnað. Ég geri hins vegar ráð fyrir á næsta ári fyrir að sjá töluvert það að skýrslunum. Kannski aðeins minna því að það verða færri fyrirtæki sem falla undir það, en einhver fyrirtæki þurfti að birta viðbótarupplýsingar og töluvert mikið það með voru beðnir að passa upp á hluti í næstu. Og þetta svona meira við höfum verið að reyna að koma þessum ábendingum til markaðarins með kannski aðeins mildari hætti. Þetta verður öðruvísi þegar ESRS-staðlarnir taka gildi. Þeir eru þá bara eins og EFRS, þetta bara á að vera svona og bara svona. Hérna sjáum þið, þetta aðalega verið að gera athugasemdir út af taxonomy-reglugerðinni. Síðan það það sem við köllum Key Performance Indicators eða svona lykilhlutir, lýsingar á stefnu due diligence og hvernig niðurstaðan og svona stutt lýsing á og viðskiptalíkani. Við komumst að því að þegar við settum ákvæðið inn í ársreikningalög á sínum tíma, þá stöðum við stutt lýsing. Þegar menn hins vegar skoða leiðbeiningar framkvæmdastjórnar hvernig þú átt að setja þetta fram, þá var alveg ljóst að þetta voru ekki stutt lýsing. Þannig við breyttum svo ef ég maður rétt yfir í gagnorð eða lýsingu, en menn þurfa að segja frá því hvað viðskiptalíkani. Hvernig er þetta búa til raun og veru það sem þú ert að gera í þínum rekstri? Hvernig er þetta að mynda tekjur? Hvernig er þetta að mynda cashflow og svo koll og kolli? Það sem við höfum tekið eftir þegar við erum að fara yfir þessar skýrslur á Íslandi, við tökum til dæmis eftir því að mjög margir útgefendur eru með GRI eða Global Reporting Initiative, en menn eru með GRI og þeir vísa til einhverja tafla og svo ekkert meira. Menn eru ekki til dæmis að passa upp á það að segja okkur við erum með fullscope GRI, ég reyndar að ekkert félag á Íslandi sé með það, svo ég muni. Flestir eru með töflunar og svo eru sumir með vissa töflur. Það þarf að passa upp á að segja okkur við erum með þetta. Það líka að lýsa því hverjir eru svona helsta árangursmælikvarðar og akkur þú ert að nota. Og þú þarf líka að segja okkur þetta stefnan okkar og þetta due diligence, hvernig staðfestum við það? Er þetta bara við sem setjum þetta fram eða fáum við einhverja fagaðila til þess að staðfesta og svo koll og kolli? Og síðan hver niðurstaðan? Hvað að koma út úr þessu? Það kannski aðalega það sem skortir hjá okkur. Og þessi helsta áhætta sem fyrirtæki standa fyrir hvað þetta var. En þetta horfir náttúrulega til betri vegar því að það koma eru 2 sett, það sem fullscope í ESRS fyrir þau félög sem verða í skóp. Það sem sagt falla undir staðlana og síðan kemur þetta voluntary ESRS for SME, það að segja FSMS. FSME, staðlanir fyrir þá sem ætla að taka þetta upp. Þá alveg skýrt, þú átt að setja þetta fram með þessum hætti svona. Það verður töluvert þægilegra og vonandi skýrar. Ég veit reyndar að það eru allir í vandræðum með að skilja nákvæmlega hvað átt við í stöðlunum í dag. En það eðlilegt, við erum að taka gríðarlega stórt regluverk inn á mjög stuttum tíma. Það tekið sem dæmi að leigustaðallinn, þar sem var breytt verulega kúrs í fjárhagslegu reikningsskilunum, hann var yfir 20 ár í þróun og umræðum og öðru. Þannig að það dálítið ástæðan fyrir því.
Síðan samveila rafræna skýrslusniðið eða ESA-skýrslunar, því miður þá bara komumst við ekki í þetta eftirlit á Íslandi í fyrra þegar við skoðum aðra þætti. Við bara gátum ekki sinnt því, þannig að því miður. En þetta eru yfirleitt að menn hafa oft verið að setja jafnvel inn myndir. Það gengur ekki upp, þær eru ekki vel lesanlegar. Það eru töflunar, það eru svona minni hluti þarna. Það er við tökum bara sem dæmi, það er bestu með eins og fjárhagslega reikningsskilunum, það stendur þetta 1000 eða í milljónum, bankanum til dæmis sem eru sín reikningsskil í milljónum. Það eru töluna, þannig að þú lest 3.500, þá er ekki 3.500 heldur 3,5 milljarðar. Þarna gleyma menn ofta að tékka í réttu básinn þannig að þetta sé vel lesandi rétt yfir. Svona minni hluti sem svona kannski skortir upp á nákvæmni og annað slíkt. Og þetta var eftirlitið. Það var reyndar eitt mjög vont með ESA-ið. Það var ekki alltaf fylgni, þeir voru ekki alveg endilega eins og físíski ársreikningurinn sjálfur eða PDF-útgáfa. Það er mjög vont. Þess vegna sjáum við það að ansi margir þurftu að gera þetta upp á nýtt. Sem er ekki gott. Og ansi margir þurftu og síðan eins og ég segi, það var ekki mikið að þú gast bætt viðbótarupplýsingar, en það kalla það og það vantar eitthvað. Það var bara, þær voru gerðar það illa eða það voru ekki gerðar með nægilega góðum hætti, þannig að þú þurftur að gera þetta bara. Og það er út af því sérstaklega ef það eru, eins og ég segjum, það stóra villur að til dæmis tala sem er í milljónum fer eins og hún sé bara í þúsundum eða í krónum, eða ef það er mismunur á milli þessara tveggja skýrslna. Þetta á ekki að vera tvær skýrslur, þetta á að vera einn og sami reikningur. Bara hann er líka birtur á véllesanum formi. Og þetta er, eins og ég segjum, sjáðu svona aðeins niðurstöðuna sem hvað var út úr þessu. Þannig að ég ætla ekki að hafa lengri orð þetta. Jónas, voru einhverjar spurningar til okkar? En úr sal? Við eigum ekki alveg 4-5 mínútur. Þannig eins og ég segi, það sem ég myndi kannski vilja sjá helst bætingu í, það er náttúrulega sjálfbærniskýrslurnar. Það mun að hluta til lagast þegar við fáum skýrari staðla og hvernig þetta á. Kannski benda mönnum á þegar þeir eru að vinna með sjálfbærniskýrsluna, því að eins og staðan í dag, þá er CSD-tilskipunin, þar sem þessi nýju staðla byggja á, hann er ekki komin inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið. Þegar hann kemur inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, þá þurfum við að hafa mjög hraðar hendur að setja þetta fyrir þing, og það er stefnt á að þessar breytingar á ársreikningalögum fari í gegn á haustþingi. Það þýðir það að við getum allavega okkar mat, og ég vona að Harpa verði ekki mjög reið út í mig og skammi mig, að okkar mat er að það er ekki hægt að gera kröfur með ESF-reikningsskil, eða sem sagt ESRS-staðlana fyrir ekki og í sjálfbærniskýrslur fyrir árið 2025, þar að segja birt árinu 2026. Ég myndi halda að fyrstu skýrsluna yrðu birtar á árinu 2027. Við getum ekki bara dæmt þessu á fólk, finnst mér allavega. Við munum hins vegar, veit ég, og það er vilji ráðuneytisins innleiða CSD-tilskipunina nákvæmlega eins og hún er. Við vitum hins vegar ekki hvernig hún verður. Það eru tillögur frá framkvæmdastjórninni svona að vissu leyti uppbyggju. Þegar það fer yfir í þingi á ráðið, þá fer þetta held ég mjög hratt inn í samninginn og þaðan inn í íslensk lög. En almenna reglan á Íslandi er svo að Alþingi Íslendinga hefur ekki viljað setja inn tilskipanir eða reglugerðir Evrópusambandsins fyrir þær orðnir hluti að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Það er ástæðan fyrir því. En við vitum líka að við þurfum að vinna gríðarlega hratt núna í haust
þegar hún komin, sko þegar endanlega niðurstöður eru komnar og þetta fer inn í samninginn, þá þurfum við að bregðast mjög hratt við og innleiða þetta. Við höfum í raun og veru, ef ég maður rétt, 2 mánuði, minnir mig að Harpa hafi sagt, til þess að koma sinna, annars fáum við ESA eftirlitsstofnun á okkur. Hún gefur okkur þá hugsanlega 2 mánaða frest í viðbót og svo þarf þetta bara að koma í lög. Ef þýðir að það er ekki mikið tími fyrir Alþingi að kannski bregðast við. Engar spurningar. Stjórnar Ó, já. og svolítið reglur reikningsskilaráðs þar sem leið, sko. Þetta því að fyrir reglur reikningsskilaráðs sem að gerði krafa mín. Spurningin sem kom hérna úr sal var þessi varðandi skýrslu stjórnar að við höfum sérstaklega í almenna eftirlitinu okkar hafnað mikið ásetningunum, þess að skýrslu stjórnar ekki í lagi annars vegar og hins vegar vegna þess að upplýsingagjöf leigusamningar heldur ekki í lagi. Þá erum við að tala meðalstór og stórfélög líka. Okkur finnst alltaf verst, mér finnst aðeins það hafi verið bæting en ekki nógu góð. Mér finnst alltaf verst ég að sjá hvað mikið við erum að sjá af skýrslum hjá meðalstórum og stórum félögum. Uppfyllir ekki lágmarkskröfur laga. Það er bara alveg skelfilegt. Það eru mjög góða leiðbeiningar sem reikningsskilaráð vann og setti fram. Annars vegar varðandi lítil félög og skýrslustjórnar þar og síðan þessar almennu kröfur skýrslustjórnar allra félaga, þar að segja þar með talið meðalstóra og stórra. Þessar auknu upplýsingakröfur sem eru gerðar þar. Í miður þá, sko, ég vildi óska þetta væri því þetta er alltaf í áslöðunum okkar, tekið tilliti þess af stjórnendum og endurskoðendum og skoðunarmönnum. En manni finnst að það sé ekki nægileg fylgni þar. Við erum að hafna aftur og aftur. Svo er annað sem hefur verið að skoða og það er í raun og veru gjaldfærni félaga, þessi grunnforsenda sem reikningsskilin byggja á. Þar vantar dálítið oft að þegar það eru í spurningar að hlutinni sé ekki kannski alveg í lagi, að menn sé að gefa réttar upplýsingar. Takk fyrir spurninguna, hún var mjög góð, það bara því miður varðandi til leigusamningana, það hefur aðeins verið bætingar, ekki nóg. Og varðandi skýrslu stjórnar því miður þá erum við að sjá stór fyrirtæki sem eru með skýrslu sem eru bara alls ekki í lagi. Við erum að sjá svona pínulítinn bút í skýrslu stjórnar hjá stóru fyrirtæki. Kannski er það út af því að menn átta sig ekki á stærðarflokkum. Ef félag á dótturfélag, þá hefur það áhrif hvernig við flokkum félagi. Þá þarftu að horfa á samstæðureikningi. Stærðarflokkurinn byggir þá félag sem gerir samstæðureikning. Stærðarflokkurinn byggir á stærðum og samstæðureikningi. Ef félag nýtir sér undanþágu frá gerð samstæðureiknings, hvort sem það sé IFRS-félag eða það sem við köllum ISK-félag, þar að segja fyrir eftir ársreikningalögum, þá þarf að leggja saman stærðir allra dótturfélaga, líka dótturfélag, við móðurfélag. Það ræður stærðarflokkurinn og upplýsingagjöfin í skýrslu stjórnar og í skýringum. Líka sérstaklega upp á endurskoðun. Eða mér skilst að skýrslan leiðbeiningar frá það verður bara eftir hægri á netinu þessar upplýsingar en eftirlit er hins vegar við að fá alltaf
og músík til að mig geta notað og ég sé það leiðbeining Framkvæmdastjórnar Evrópu hvernig skýrslur eiga að líta út, sjálfbærniskýrslurnar og einhverju öðru efni. Þá segi ég bara takk fyrir og við getum þá tekið spjall fram við þeir sem vilja, svona óformlegt og þegið nokkrar léttar veitingar.